á nýrri stöðu fyrir sér. Óskar Hrafn Þorvaldsson, þjálfari Breiðabliks, hvernig leggst þessi leikur í þig? Já, hann leggst bara hrikalega vel í mig. Fyrsti alveg leikurinn eftir langt hlé og bara mjög spenntur. Þú að taka við þessu Breiðabliksliði, miklar væntingar, miklar kröfur. Hvernig ætlar þú að glíma við þær? Nei, bara eins og maður hefur gert í gegnum lífið sem að leggja sig 100% fram og vinna svo skeppna og með gott fólk með mér og gera skoðu litir. Hvað getur þetta lið náð langt? Ég held þetta lið að við alla burði til að berjast allt sem í boði á Íslandi. Við erum með góða blöndu af ungum og eldri mönnum, góða blöndu af heimamönnum og svo mjög öflugum mönnum sem koma annars stað frá og þannig að ég hef mikla trú á þessu liði. Þetta er öflugur hópur, samstilltur og góður. Nýjir þjálfarar koma alltaf með sínar áherslur og sínar ákvarðanir. Hvað fá áhorfendur Blika að sjá? Hvaða breytingar frá til að mynda síðustu leik? Ég veit það, ég ætla bara að leyfa fólki að dæma það sjálf. Það er einhvern veginn, það er engin dómar í einn sök. Það er þannig að auðvitað eru kannski áherslurnar aðeins öðruvísi hjá mönnum en ég held að við getum allavega sagt að við munum spila sóknarleik. 3 manna vörn? Í dag, já. Þú ert með ýmsar útgáfur af varnarleik og það er bara mótherjinn sem er að því? Já, og svona kannski hvernig okkar uppbyggli er hverju sinni en við erum allavega með 3 manna vörn í dag. Einhverjir leikmenn sem eru meiddir sem eru í nálægt þessum hópi? Já, það eru menn að glíma við smá meiðsli, eru allir reyndar að byrja að hreyfa sig og allir að koma tilbaka og við erum alltaf að klára í næstu viku. Alexander Helgi, Viktor Örn, Kitty Steindórs, Arnar Sveinn og Benedikt Warren eru allir einhvern veginn svona að koma tilbaka og verða klári væntanlega í æfingavikuna næstu og svo framhaldinu. Eru með ryðgaðir hvernig var að vinna í þessu ástandi? Nei, ég held að menn eiga bara alla mína virðingu fyrir hvernig þeir koma út úr þessari pásu. Þetta er auðvitað mjög erfitt, þetta reynir á sjálfsagan og reynir á einbeitingun og reynir á karakterinn. Og mér fannst menn æfa mjög vel, en það er auðvitað töluvert annað að hlaupa beint og hjóla eða synda eða hlaupa í Nauthólsvík heldur en að fara inn á fótboltavöll og með öllum þeim einhvern svona óviðráðanlegu hreyfingu sem að verða þar. Þannig að það hefur tekið smá tíma að venjast í en mér finnst menn einhvern veginn lenda bara þokkalega hlaupandi eftir pásuna. Þú sagðir það reyndar ekki sjálfur, þú meintir það að Breiðablik verður meistari. Hvaða lið verður þá í öðru og þriðja sæti? Ég held að þetta verði, það er mjög sterk lið í þessari deild. Við þurfum auðvitað að vinna 14 stiga fólk sem KR var með í fyrra. Það er engin hæðarleikur. Mikið vinna því að tósi það fórskot. Valsmenn verða auðvitað mjög öflugir með frábæra þjálfara og frábært lið. Ég held að Víkingarnir verði betri en þeir voru í fyrra. Stjarnan og FH hafa verið að sýna klærnar og þannig að ég á vona á að þetta mót verði mjög jafnt. Í fyrsta sinn sennilega í mörg ár að það er uppsettur fótboltaleik. Já, það er vonandi að fólk koma og hafi gaman að því og svo sem gott fyrir þessi leið að geta látið gott að sér leiða. Styrkja Pieta-samtökin og virkir að vera upp málefni og þannig að vonandi getum við gefið svo áhorfendunum eitthvað tilbaka í formi skemmtilegs leiks. Takk fyrir að gangið vel. Heyrum í Heimi Guðjónssoni hér á eftir. Heimir Guðjónsson, komdu nú heill og sæll. Já, blessaður. Gaman að rekast við þig hérna. Já, ég átti bara hérna leiðum, en þú ert að taka við Valsliðinu og ef ég þekki þig rétt þá ætlarðu að leiða þetta lið til sigurs í Íslandsmótinu. Já, ég meina síðasta tímabilið auðvitað eins og menn að tala vonbrigði og menn eru staðnir í að gera betur og nú er bara hörkuleikur á móti Blikunum, gott lið og þannig að þetta er bara skemmtilegt. Þitt lið í þessum leik, eru margir leikmenn sem eru utan hóps núna sem eru meiddir? Nei, það er bara Birkir Már er smá tognaður í náranum
en hann ætti að vera klár að byrja að æfa í næstu viku. En Andri Adolfs fékk höfuðhögg á móti IBVF í Lengjubikarnum og hann ekki byrjað að æfa ennþá, en við náttúrulega bara vonum það besta og hann komi sem fyrst á stað. Þú tókst hliðarskref eftir að vera með FH og fórst í Færeyja og náði þar góðum árangri. Þegar þú kemur aftur hingað til Valsmanna, einhverjir leikmenn í þessu Valsliði sem að hafa komið þér á óvart? Eru öðruvísi leikmenn heldur þú reiknaði með? Já, auðvitað þetta alltaf þannig, þú veist að þú sem þjálfari ert búinn að mæta mikið af þessum leikmönnum og þú ert kannski búinn að gera þér vera með fyrirframmynda ákveðna skoðanir um leikmennina og svo eru náttúrulega alltaf einhverjir sem koma þér á óvart og eru betri eða verri en þú hélst. Ertu að rótera mönnum eitthvað? Eru þeir að spila þessa stöðu sem þeir voru að spila áður eða ertu að fara með eitthvað til? Nei, við höfum lítið gert það. Við náttúrulega tókum ákvörðun þegar ég tók við liðinu að við myndum gefa þessu leikmannahópi tækifæri. Þetta okkar mati sterkur leikmannahópur og þannig að við höfum megninu til hafa menn verið að spila svipaðar stöður og áður. Kemur þið til með að styrkja hópinn enn frekar í sumar? Ja, við erum náttúrulega alltaf að skoða þau mál en eins og staðan í dag þá ekkert í pípunum. Þar myndirðu helst vilja fá mann í hvaða stöðu? Já, ég náttúrulega að tala það að Patrik Pedersen eini hreinræktaði framherjinn í liðinu okkar og auðvitað væri frábært ef við gætum styrkt þar en við verðum bara að sjá hvað gerist í því. Takk fyrir og gangið vel. Já, sömuleiðis, takk. Óskar Hrafn, 3-3, flott jöfnumark, fullt af fínum hlutum en mörki sem voru að fá okkur voru í ódýrari kantinu. Já, það ekki alltaf þannig að mörki sem að fara á sig maður er ósáttur við þau. En ég held að þessi leikur hafi kennt okkur margt. Hann sýndi okkur ákveðna veikleikar sem eru í ákveðnum stöðum og við lærum af þessu leik og það tilgangur með þessu leikjum. Núna réttur í mót einhvern veginn að spila á móti góðu liði, frábæru liði Valsmanna sem við getum lært af. Við getum lært af því hvað opnast hjá okkur og hvernig við kannski erum aðeins klókar í að verjast en það margt mjög ákvæmt í þessu. Það kom þetta kafli í seinni hálfleik framanna seinni hálfleik sem var svolítið erfiður hjá ykkur. Já, það kannski, ég veit það ekki, við byrjum að skipta inn á og svo riðlast leikurinn og það ekkert auðvelt að koma inn á þessum leika sem tempóið er mikið og krafturinn er mikill. Þannig að kannski var það eina ástæðanum en mér fannst ég bara er þokkalega sáttur við framstöðuna. Þannig að þetta gefur ágætis fyrirheit? Já, ég myndi segja að þetta veri bara ágætis byrjun á mjög stuttu undirbúningstímabili núna fyrir mót. Takk fyrir. Segir Óskar Hrafn og Heimir Guðjónsson kominn þjálfari Vals. Ég var nærri búinn að segja þjálfari HB. Nei, ég að styrja þér. Þú varst hundfúll náttúrulega með að fá þetta markað og þetta í blálokkin. Já, við vorum svolítið óskynsamir í restina. Hefðum mátt vera klókari í því að þæfa leikinn og drepa hann aðeins meira og loka þessu. En ég held að þetta hefði verið skemmtilegu fótboltaleikur. 6 mörk, bæði liðin að pressa og fullt af færum. Þið virtust vera með góð tök á leiknum einhvern tíma miðjan fyrir hálfleik þar sem að þið héldu Blikunum í miklum vandræðum. Já, við vorum sjálfur sér sköpuðum góð færi en Blikarnir náttúrulega með þannig lið að þú mátt ekki missa fókusinn í einustu sekúndu. Þá eru þeir klárir og að refsa og við vorum pínulítið að mörkin sem vorum að fá á okkur voru ekkert sérstök. Þið skoruðu líka mörk 2 mörk sem voru kannski frekar ódýr fyrir Blika, ekki? Fannst þér það? Já, mér fannst það. Ég veit ekki hvort að þú segði það nú vel en svona er þetta. Já. En sáttur við margt? Já, ég sáttur við margt. Það var ágætiskaflar í þessu hjá okkur en þú veist, við fáum okkur 3 mörk og það er bara allt of mikið. Ég fannst þið svolítið þungir á köflum.
Var það? Já, mér fannst það er ekkert að marka. Ég horfði þetta þannig. Nei, mér fannst menn nú vera að leggja sig fram og reyna að gera þetta eftir bestu getu. Það er alltaf þannig. Heyrðu, gangið vel félagi. Já, takk. Þar með förum við að ljúka þessu hérna á Kópavogsvelli. 6 mörk, það er ekki hægt að biðja meira. Og svo byrjar ballið fljótlega, þar sem að Blikarnir verða í eldlínunni á móti Gróttu, en takk fyrir að fylgjast með. Verið sæl.